Það eru 30 árum þessa mundi síðan síðuskóli hér á Akureyri tók til starfa og í dag, 11. september, var haldin vegleg veisla. Við ætlum að fá að kíkja aðeins inn og taka stöðuna á hvernig mannlífið þarna innandyra. Þegar við byrjuðum, þá var ein álma og kjallari að álmu númer 2. Og það var kennt í kjallaranum á meðan það var verið að smíða uppi. Og svo þegar kom rigning, þá lag hellan svoleiðis að það þurfti að setja bara bala á gólfið og það var næstu ókennsluhæft. Það bara lag allt inn. Þannig að þú hefur séð þau eitt og eitt hérna í skólanum. Já, og svo náttúrulega stækkaði bara skólinn og var bætt við og við fórum yfir 600 nemendur og núna hefur nemendur fækkað og við erum rétt 400. Og það búið að vera svona svipaður núna síðustu ár. En eitthvað hefur nú breyst í kennsluháttum á þessum tíma, er það ekki? Jú, en skólinn var byggður með það fyrir augum og teiknaður að það væri hægt að vera með samkennslu og þemakennslu og húsnæðið. Og það var, stendur alveg undir því að það sé hægt að kenna í misstórum hópum og það er hægt að opna yfirleitt á milli allra hverra tveggja stofa og núna síðustu ár höfum við aukið það mjög mikið en til að byrja með þá var það ekki mikið gert og við erum líka notum núna orðið mjög mikið gangana fyrir hópa og þessi breiðu gangar nýtast okkur oft vel. Hvernig er þessi afmælisdagur búinn að vera hérna í dag? Bara góður. Hvað hafið þið gert? Við fórum í myndlist og vorum að spila og vorum að búa til tré og við fórum í sprett skólasprett. Hvernig býr maður til tré? Maður er með svona fullt af laufum og maður tekur bara laufin og setur þau á. Er þetta öðruvísi dagur heldur en hinir dagarnir í skólanum? Já. Hvernig? Við gerum allt annað. Mundirðu vilja hafa afmælisdag á hverjum degi? Nei. Er svona gaman hina dagana líka? Já. Er gaman að vera í síðuskóla? Já. Hvað er skemmtilegast við það? Við lærum í sprotabók. Er það alveg rosalega skemmtilegt? Já. En hvað þykir þér skemmtilegast? Þú ert búin að læra að sprota. Já, og við erum bara skemmtilegt bara allt það sem að gera í skólanum. Hvernig skóli er síðuskóli? Bara mjög venjulegur skóli, Þetta er bara, það er ekkert svona eitthvað sem stendur upp úr. Jú, kennararnir reyndar alltaf hressir, Og krakkarnir líka bara mjög aðeinslegir og þetta er góður mórall? Mjög góður mórall, verð ég að segja. Svona, það er allir vinir og svona og ef það er eitthvað, einelti eða eitthvað í gangi, þá er tekið mjög hart á því, Og þú ert búin að fá allar fræðslur og allt einelti og svona þannig efni, Nú ert þú í ballnefndinni. Er mikið stuð hérna í félagslífinu? Já, morgun er ball. Það kemur erlendur DJ og spilar og við hvetjum allir til að koma. Sem hafa aldur til. Já. Og hver er aldurinn þá? 8. til 10. bekkur. En þið eru með félagsmiðstöðin ykkar inn í skólanum, er það ekki? Jú, við erum hérna með Undirheimar og sem stjórna henni Lindu og hún er búin að vera þessi félagsmiðstöð er búin að vera mjög lengi og byrjaði hérna niður í þessum dansstofunni núna og er búin að færast hingað upp í svona matsalinn og mest partan af því Þú segir dans, er kenndur dans hérna? Það var kenndur dans en hann hætti fyrir einhverjum 3 árum. Sakniði þess ekki? Já, alveg rosalega. Við tókum mjög mikið vals hérna árið. Var það ekki? Ég sé til dæmis þessi búningur, ég kunni nú ekki við að spyrja það en er eitthvað sérstakt tilefni og mættur í svona diskógalla? Heyrðu, það er hérna af því að síðuskóli 30 ára, þá er það að 10. bekkur átt að mæta eins og 10. bekkur mætti fyrsta skóladaginn. Og þetta er sem sagt, hef ég heyrt þetta er krumpugalli, diskógalli og ég er búin að fá mikla athygli út á hann og mér líður ekkert illa í honum. Hver átti þennan? Amma mín, Valgerður. Hún er greinilega ung kona. Já, mjög, bara kona á besta aldri. En segi mér aðeins með svona
hvert stefnið þið til dæmis? Eftir síðuskóla, hvert á þá að fara? Þá fer ég í Menntaskóla Akureyrar og ætla þar á félagsfræðibraut. Svo plana ég að fara í háskólann, langar að læra sálfræði eða lögfræði. Allavega vinna það sem ég get farið í jakkafötum mín, setið eitthvað skrifborð og rúlaði einhverjum kúlum á meðan. En þú? Stefnan er á verkmenntaskólann og fara á einhverja iðngrein, smíði eða eitthvað og svo í slökkviliði. En þið vitið hvert þið eru að fara, strákar? Einkunnarorð síðuskóla er ábyrgð, virðing og vinátta og það að taka ábyrgð á námi er það að ræða og það að standa sig vel og allt það. Og virðing, að það er að bera virðingu fyrir öllum og sjálfum sér og öðrum og umhverfi sínu og við erum grænfónaskóli og vináttan setjum við mjög ofarlega og við erum hérna líka SMT-skóli og hérna reynum að hrósa fyrir það sem að vel er gert og leiðbeina með það sem þarf að laga. En nú er skóli kannski nær ekki árangri nema foreldrarnir séu vel vakandi. Hvernig hefur það verið hér í gegnum árin? Við höfum verið með alveg frá byrjun foreldrafélag sem hefur stutt mjög vel við okkur. En sérðan vaxa og dafna með einhverju nýjum hætti þennan skóla næstu 30 árin? Já, ég held það. Það er alltaf markmið kennara að gera betur. Læra af því sem við erum að gera og reyna að standa okkur betur. Og það er bara dálítið mikið verkefni. Eilífðarverkefni. Eilífðarverkefni.